During this year, we have had, like in your church, we have had an awesome worship time. It's like growing and growing. Some of you joined us in the Pentecost conference. Þessu ári þá höfum við upplifað virkilega nærveru Guðs og svona alveg stórkostlega lofgjörð sem ykkar komuð á hvítasunnu mótið okkar. You remember the worship conference we had? Munið eftir Sunday night. Já, lofgjörðar mótinu. The two of my grandchildren. Tvö barnabörnin mín. One was 11 at the time, I think. Eitt var 11 ára á þeim tíma. The other was 9. Og annað 9. She was talking to her mom. Hún var að tala við mömmu sína. Experience something. Hún var forvitin eitthvað. She was trying to explain something. Hún var að reyna að útskýra eitthvað. And my daughter said to her, "Did you see an angel? Is that what you're telling me?" Og mamma, sem sagt hennar spurði hana, sem dóttir mín spurði hana. Yes, I saw an angel. Sástu engil eða eitthvað? Já, já. I saw an angel. Ég sá engil. The other one, the younger one. Hinn yngri. Her dad was sitting upstairs with the mixing. Pabbi hennar satt uppi og hann var svona hljóðmaður. And she was running up and the tears were running. Og hún hljóp upp og tárin runnu niður. And he said, "Why are you crying?" Af hverju ertu að gráta? I don't know. Ég veit það ekki. Do we have pain? No. Ertu með sársauka? Nei. Is it Jesus? Yes. Sástu Jesú? Já. Yes. There were so many that have experienced that. I just felt Jesus. Svo margir sem fengu að upplifa þess sjá Jesú. So here a month ago, og fyrir mánuði síðan, we have a wonderful woman she's from Nigeria. Og það var yndisleg kona frá Nígeríu. She's like you, a little bit taller. Svolítið hærri. She's not small. Hún ekki lágvaxin. Mjög há. And she is so eager to be in the presence of the Lord. Hún svo áköf að vera alltaf í nærveru Guðs. So this Sunday for a month ago, I think. Svo sunnudegi fyrir mánuði síðan. She came during the worship. She came up here. Þá kom hún upp í tilbeiðslu. She started to dance. Og hún byrjaði að dansa. And we were worried. Og við höfðum áhyggjur. Because there was so much speed and she was dancing. Og hún dansaði svo miklum hraða. It was like she was dancing with someone. Það var eins og hún var að dansa með einhverjum. And she's big. Og hún stór. Not big, but high. Ekki, já, bara mjög hávaksin. And finally she just fell to the floor. Og að lokum féll hún bara í gólfið. Afterwards she came and she told us, "Can I explain what happened?" Eftir samkomuna kom hún og sagði, "Geti ég útskýrt hvað gerðist?" I saw an angel. Ég sá engil. And he invited me to come and dance. Hann bauð mér upp í dans. I danced with him. Segðu þetta. I danced with him. Ég dansaði við hann. And finally I just fell on the floor. Og að lokum féll ég bara í gólfið. The presence of the Lord was Og nærvera Guðs var svo stórkostleg. And I could hear the choir of angels. Og ég heyrði bara englakórinn. And another Sunday she saw an army of angels. Og annan sunnudag sá hún her engla. She called the church, "Come, you have to come to be here because here are the angels, they are worshiping." Og hún kallaði í kirkjuna, "Komið þið hérna, eru englarnir að tilbiðja, þið verðið að koma hérna." And this is real. Og þetta raunverulegt. We talked about it yesterday. Many times we are so ignorant. Og við tölum það í gær, við erum svo fáfróð. We are not ignorant because we want to be ignorant. Við erum ekki fáfróð því við viljum vera fáfróð. We are just don't aware. We don't have our mind focus. Við höfum ekki bara huga okkar einbeittan. But this weekend has been focused on His presence. En þessi helgi hefur verið, við höfum beint sjónum okkar inn í nærveru hans. So we can receive and we can go into the presence. Svo við getum meðtekið og farið inn í nærveru hans. The presence of the Lord is always there. Nærvera Guðs alltaf hér. You can experience a meeting with such a presence. Þú getur upplifað samkomu með þvílíka nærveru. And you can have another meeting, it's so boring. Og svo önnur samkoma, svo leiðinleg. But it's up to you. En það undir þér You kom. make it boring or you make it. Þú gerir hana leiðinlega eða þú dregur nærveru Guðs. Because He is always there. Vegna þess að nærveran alltaf þar. He is always faithful. Hann alltaf trúfastur. He always say, "Come." Hann segir alltaf komdu. So I struggle really at home to ask the church, come out of
chairs. Svo ég á virkilega í baráttu við fólkið heima í kirkjunni, komið út úr stólunum. And 5-6 people are coming. The rest, we are 80 people, around 80 people. Við erum svona 8-10 á sunnudögum og það eru svona 4-5 sem eru að koma. And the other day are just standing. Og hinir standa bara. And God is not angry. You may sit, you may stand, you may be wherever you want. Guð ekki reiður. Þú mátt sitja, þú mátt standa, þú mátt vera hvar sem þú vilt. But when you act, when En you stand up, þegar þú rist upp, when you go out of the chair, þegar þú ferð út úr when you stólnum, go up here in front, þegar þú kemur upp hérna frammi, it does something to your soul and spirit. það gerir eitthvað fyrir sálu þína. God is not depending on you doing that, Guð, hann ekki undir því komin að þú gerir eitthvað svona. but it helps you. Þetta þú. It helps you to Þetta focus. hjálpar þér að einbeita þér. I really want this. Og ég vil að segja, ég virkilega þrái I þetta. am really hungry Ég hungraður and I want to be og with him. ég vil vera með honum. It's not more holy to stand. Það ekki, þú ert ekki heilagri þó þú standir hérna frammi. And Jesus is as much there as here. Jesús alveg jafn mikið þarna eins og hérna. But at the same time, and I will explain, En á sama tíma many times there are much more anointing here in the room. þá oft meiri smurning hérna frammi. Why Jesus? Af hverju Jesús? Because the anointing is in you. Vegna þess að smurningin í þér. And when you stand up Og þegar þú stendur upp and you go forth here, og kemur hingað, you release the anointing. þá leysirðu smurningun. Because I want to do this. Vegna þess að þú segir, ég vil gera þetta. And therefore, it is floating with the anointing. Og þess vegna flæðir staðurinn í smurningu. You see? It's so simple Þetta svo einfalt, and so hard. en svo erfitt. And it amazed me how hard it is to just stand up and go in front. Og það vekur furðu mína hvaða erfitt bara að standa upp og But fara fram. I understand totally because I'm the same. En ég skil alveg, vegna þess að ég alveg eins. I know how hard it is. Ég veit hversu erfitt þetta But I have made up my mind. En ég hef tekið ákvörðun. I want to be in His presence. Ég vil vera í nærveru And hans. if it is better to go in front, I go in front. Þess vegna fer ég fram. Hallelujah. Halleluja. So I will urge you. Svo ég uppberfi ykkur. And I will take also out of this time to be with you. Og ég tek einnig frá þessum tíma að vera með ykkur. This wonderful weekend. Þessi undursamlega And helgi. there will be a new time, new season for you. Að þetta verður nýtt tímabil fyrir þig. And I think you understand our message. Og ég held að þið skiljið boðskap okkar. And I think you also want what we are Og ég telling held you. að þið viljið líka það sem við höfum. And therefore, I think also when Kitty will call upon you, you will act. Og ég held líka að þegar Kristinn kallar á ykkur að þá munum við bregðast við. Because it's not about new songs, old songs, who is playing, who is singing. Þetta snýst ekki gamla söngva, nýja söngva, hver að spila, hver að syngja. It's up to you to release. Það undir þér komið að leysa. You can sing the old rugged cross, but the anointing can come out. Þú getur sungið við þenn eldgamla kross og smurningin flæði niður. Because it's the same spirit. Það sami andi. Hallelujah. Halleluja. So, thank you for a wonderful weekend. Svo þakka ykkur fyrir yndislega helgi. Thank you for being so patient, listening and listening. Að vera svo þolinmóð að hlusta og hlusta. It's been such a great pleasure to be with you. Að vera svo mikið blessun að vera með ykkur. And I really enjoyed to be company with Krista and Samal Hanna. Og ég virkilega nýtist að vera með Samal Hanna og Kristu. We are flowing so beautiful in spirit. Við flæðum svo vel saman í andanum. And also to see the gifts are different. Og sjá líka að gjafirnar eru mismunandi. I have my giftings. Ég hef mína gjafir And they have their giftings. og þau hafa sína gjafir. Someone is shouting more. Samal hann hrópar meira And she is very quiet. og hún mjög hæg, But lát that's the difference of the giftings. og það svona mismunur á náðargjöfum. But I love you, church. En ég þekki ykkur kirkja I really have a heart for you. og ég hef virkilega hjarta fyrir ykkur. Good to see you again. Gott að sjá ykkur aftur. And I am longing to hear good news. Og ég þrá að heyra góðar fréttir. And then I will also bless the pastorship here. Og síðan langar mig að blessa hérna leiðtogana And I remember to pray for you. og ég man eftir að biðja fyrir ykkur. Especially for you, that Sérstaklega- your future Og fyrir- shall just be more Já. than anything, any time before. Já, sérstaklega fyrir þér og framtíð þinni að hún verði meira og betri heldur en nokkuð tíma fyrr. Because this time is much better than
5 years ago. Vegna þess að þessi tími miklu betri heldur en fyrir 5 árum. This moment, this hour. Þessi tími þessi tímamót eru miklu betri. It's much better than when I was young. Miklu betri heldur en þegar ég var ungur. Because it's getting better and better. Vegna þess að það verður betra og betra. Going from glory to glory. Og við förum frá dýr til dýrðar. And this is not just a phrase. Og þetta er bara ekki frasi. It's the truth. Þetta er sannleikurinn. Hallelujah. So Halleluja. I bless you. Amen. 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 Hallelujah. Hallelujah. Yeah, I have. I told you I would share about being friends with Jesus. Og ég sagði ykkur að ég ætla að miðla með ykkur í dag það að vera vinir Jesú. So now we are going to use the equipment again. Og nú ætlum við að nota tækjabúnaðinn aftur. It worked finally yesterday. It was Hann very good. fór að lokum í gang í gær. And we will try again because it helps many times. I think it helps just to see something. Og við ætlum að reyna aftur núna vegna þess að oft á tíðum að þá hjálpar það að sjá eitthvað. I told you the story yesterday. Ég sagði ykkur söguna í gær. And those who weren't here, I can just remind you, but it's about again this angel and the activity of the angels. Söguna engla og sem sagt störf engla. Because it helps us to be aware of the unseen world. Þetta hjálpar okkur að vera meðvituð hinn ósýnilega heim. It is so important to be aware of God's presence and the presence of the heaven. Það svo mikilvægt að vera meðvitaður nærveru Guðs og nærveru himinsins. And I told you about my wife. She was worried she was working in an elder's home. Ég sagði ykkur frá konu minni sem var að vinna á dvalarheimili aldraðra. There was this old lady, she was dying. Og þessi gamla kona, hún var að deyja. So they were sitting by her side. Og þær sátu við hlíðina, tvær hjúkrunarkonur. They couldn't communicate with her. Gátu ekki ná til hennar. She was like away. Hún var eins og hún var í burtu. But because she has been there a while. Og að því hún hefði verið þar stund. My wife was a little bit worried about her spiritually status. Þá var kona mín svona áhyggjufull andlegt ástand hennar. Is she born again? Hún endurfædd? She's going to die, but will she come to heaven? Hún að deyja en mun hún fara til himins. She was like asking the Holy Spirit. Og hún var að spyrja heilagan anda. Help me, what can I do? Hvað á ég að gera? I cannot talk to her. Ég get ekki tala við hana. And then suddenly, og þá skyndilega, she and another one was in that room. Another það var hún og önnur kona sem voru í herberginu hjá henni. And the other worker went out og to the office. Hinn starfsmaðurinn fór út úr herberginu. And suddenly, when she was like crying to the Holy Spirit, og allt í einu þegar hún var að hrópa til heilags anda, an old song came to her mind. Það var gamall söngur sem kom upp í hjarta She was hennar. not aware she she knew the song. Hún þekkti sönginn. But she sang that song, that hymn, into the air, just softly into the air of this lady. Hún beygði sig yfir konuna og söng blíðlega þennan söng inn í eyrennar. And when she was finished, og þegar hún var búin, this old lady, að þá þessi gamla kona, she opened her eyes. þá opnaði hún augu sín. And my wife, she just knew it's okay with her soul. Og þá vissi kona mín, það í lagi með sál hennar. She will go to heaven. Hún fer til drottins. And she was so happy. Og hún var svo glöð. At the same time, the other worker came in. Á sama tíma kom hinn starfskonan inn. And she opened the door. Hún opnaði dyrnar. And she said, what's going on? Hún sagði, hvað í gangi? My wife said, what do you mean? Hvað áttu við, segir konan. I heard such a song. Ég heyrði þvílíkan söng. That was like a choir. Það var eins og kór. No, there's no one here. Nei, það enginn hér. But my wife knew. My wife knew. Kona mín vissi. She didn't tell her. Hún sagði það ekki. But this lady had heard the angels. En þessi kona hafði heyrt englana. Because they were singing with me. Vegna þess að þeir sungu með. Hallelujah. Amen. And this is the invisible world. Og þetta hið ósýnilega orð. And world. Orð. And we have to be aware of the spiritual thing around us. Og við þurfum að vera meðvituð andlega hluti í kringum okkur. Yeah. Is there something? Shall I change the mic or? Yeah? Okay. Did it go? No, it's okay.
Yeah. It's okay. It's okay. I am okay. Hallelujah. So, again, the spiritual world, Hinn andlegi heimur, our theme for the church, our church has been for a long, this is like our vision, heaven on earth. okkar þema fyrir okkar kirkju hefur verið í langan tíma himinn á jörðu. And we had also host mode. Við höfum einnig haustmót. Host Já. mode. Já, haustmót. And our theme was from glory to glory. Og okkar þema var frá dýr til dýrðar. And it still is. Og það það ennþá. We want more. Við viljum meira. Well, friends, not servants. En vinir ekki þjónar. No, we'll see if it will work. Við sjáum hvort þetta, Yeah. já, þetta virkar. I just got this wonderful view of being friends, not servants. Ég fekk bara þessa yndislegu innsýn í að vera vinir ekki þjónar. And I will try to guide you through this understanding. Og ég ætla að reyna að leiða ykkur í gegnum þetta. And if you are aware of that someone is going to sleep, Og ef að ykkur finnst einhver vera að sofna, give him the elbow and say, behave. gefðu honum olbúan og hagaðu þér vel. You see, in John 15, Í Jóhannes 15, John 14, 15 and 16, Jóhannes 15, 14 og 15 og 16. 14, 15 og 16, All Christians should know the subject of those chapters allir kristnir ætti að þekkja innihald þessara kafla. because there's wonderful teaching from Jesus about the Holy Spirit. Það svo yndisleg kennsla frá Jesú heilagan anda hér. And you can study it over and over again. Og þú getur rannsakað það aftur og aftur. And here in the midst, this is the last sermon that Jesus had for the disciples. Og hérna síðasta sem sagt ræðan sem Jesús hafði fyrir lærisveinana sína. And there was something going on. Og það var eitthvað í gangi. They knew and they felt Þeir vissu there will be a change. að það myndi vera breyting. In chapter 13, Og í kafla 13 Jesus is washing the disciples' feet. að þá Jesús að þvo fætur lærisveinana You sína. remember that? Munið eftir því? And the scripture says that Jesus took up, like he prepared himself. Og ritningin segir að Jesús hann tók upp eins og hann undirbjóð sjálfan And he sig took water and he started to wash the Vatn. feet of the disciples. og hann byrjaði að þvo fætur lærisveinana sína. That was common. That was a real. That they did that in Israel at that day. They washed feet because they were in sandals and they were sandy. So Þetta var siður í Ísrael á þeim dögum, þeir þvoðu fætur af því að fólk það var ryk og menn gengu í söndunum. but the servants did that. En þjónarnir gerðu þetta. When Jesus did it, Þegar Jesús gerði it's það, like, you cannot do that. þú getur ekki gert þetta. That's for the servants. Þetta fyrir þjónana. That was in the Jewish traditions. Og þetta var gýðinglegur siður. You couldn't do that. Þú gast ekki gert þetta. Jesus did. En Jesús gerði það. He started to wash the feet. Hann byrjaði að þvo fæturnar. And then he came to Peter. Svo kom hann að Pétri. And Peter, he's the only one who is reacting. Og Pétur var alltaf þessi framsækni. He said, no. Hann sagði, nei, You will never wash my feet þú þvarð aldrei fætur mína. because you are Jesus. Þú ert Jesús. And Jesus replied, Og Jesús svaraði, if I don't wash your feet, ef ég þvæ ekki fætur þínar, you will not be you will not be company in my þá verður business. ekki í mínum félagskap. And then, Peter said, everything, head, hands, everything. Og Pétur sagði allt. Say, wash everything, my Já, hands, my þvoðu þá bara allt. Oh, because it was on and off with him. Vegna þess að hafa bara af eða á hjá Pétri. And Jesus said, you are cleansed. Jesús sagði, þú ert hreidd. I have cleansed you by my word. Þú ert hreidd vegna But I orðsins. will show you humbleness. En ég ætla að sýna þér auðmýkt. You call me the master, Þið kallið mig herra, and I am. og ég But now I have washed your feet. En nú hef ég þvegið fætur ykkar, You do the same to each og other. þið gerir hið sama hver við annan. But all of this is like, what's going on? En allt þetta, hvað í gangi? And Jesus then said to them, this is all in the end of chapter 13. Þetta allt í endaðan kafla 13 Jóhannesar Guðspjall. And Jesus then said, I will go someplace where you will not
come after me. Og Jesús segir, ég að fara á stað og þú getur ekki fylgt mér þangað. And we know Peter said, I will. Og Pétur sagði, ég ætla að fylgja þér. Even if you are going to die, I will come Jafnvel with þó you. þú deyir að þá fylgi ég þér. And we know the reply. And Jesus said, Og no, við vitum svarið, it's not possible for you. það ekki mögulegt fyrir þig. What do you think he was speaking of? What was Hvað Jesus? var Jesús að tala um? Where would he go? Hvert ætlaði hann að fara? He would die. Hann ætlaði að deyja. He would go to the Hann fór kingdom of í death. gröfina And he would go to the kingdom of death. og hann myndi fara í ríki dauðans And Peter couldn't follow him og there. Pétur gat ekki fylgt honum þangað. But he told him, you will follow me later. Þú fylgir mér síðar. And that's so when he started to preach in chapter 14, Og þegar hann byrjar að predika í kapla 14, it's the continue of 13. There were no chapters að early. þá þetta framhald af kapla 13. And then he said this words, you believe in God. Don't worry in your hearts. You believe in God. Trust me too. Svo segir hann, þú trúir á Guð, treystu mér. And he said, I'm going away. I will prepare a place for you. He's talking the same that he in the chapter 13. It's the same thing Hann he's segir, talking about. ég að fara í burtu og ég að fara að búa yður stað And when I'm done, I will come back for you. og þegar ég búinn að þá mun ég koma aftur. And I will take you to the Og- place where I am. Ég vil taka ykkur á þann stað þar sem ég Because we will always be together. vegna þess að við verðum alltaf saman. In our understanding, our old understanding, Og okkar gamli skilningur á þessu, we always think, yes, he's preparing a place for me já, in heaven. hann að útbúa stað í himninum So it would be wonderful to die, even if I don't want to die. og það verður yndislegt að deyja þó ég vilji ekki deyja, But I will have a place. en ég mun eiga stað And I believe we have a place. og ég trú að við höfum stað. Jesus is not talking about heaven. En Jesús ekki að tala hér heiminin The heaven when we die. þegar við deyjum. He was talking, where I am going, you cannot follow. Þangað sem ég fer, þá getið þið ekki fylgt mér. And then he said, I will go and prepare a place. Síðan segir hann, ég fer og bý yður stað. And when that place is ready, Og þegar sá staður tilbúinn, I will come and take you to me. þá kem ég og tek ykkur til mín. That place was ready when the curtain in the temple was pulled Þessi apart. staður var gerður tilbúinn þegar fortjaldið í musterinu rifnaði. Because the offering was done. Vegna þess að fórninni var lokið. It is finished. Því lokið And the Holy Spirit came out. og heilagur andi kom út And on the Pentecost day, og á hvítasunnudag Jesus released the Holy Spirit on all flesh. að þá úttelti Jesús heilugum anda yfir allt hold. And the place that were ready for him Og staðurinn sem var tilbúinn were the believers. voru hinni trúðu. We know Paul says, don't you know you are the temple for the Holy Spirit? Páll segir, vitið þið ekki að þér eru musteri? So the place he was going away to prepare, Svo staðurinn sem hann var að undirbúa that's your heart. hjartað þitt. He couldn't come into your heart Hann gat ekki komið inn í if hjartað he þitt didn't die. fyrir hann var dáinn. Because he brought the offering. Vegna þess að hann færði So fórnina. Jesus and God could enter man's life. Svo Jesús dó til að komast inn í hjörtu mannana. Yes, amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. So, back to the here. Svo aftur að So this is what is going on. þetta það sem að gerast And they have been some years now with Jesus. og þeir hafa verið núna nokkur ár með Jesú And now Jesus is saying to them this important thing. og nú segir Jesús við þá, I no longer call you servants, ég kalli þur ekki fram að þjóna, but I have called you friends. en ég hef kallað yður vini. I don't longer call you servants, Ég kalli þur ekki fram að but þjóna, I call you friends. ég kalli þur vini. Hallelujah. Halleluja. And the difference, he is explaining the difference about being friends or being servants. Og hann útskýrir munin á að vera vinur og þjónn. Friends, he says, because a servant does not know what his master is doing. Þjónnin veit ekki hvað herrans gjör, But a friend, en vinur, I have told you everything that my father told me. ég hef sagt ykkur allt sem faðirinn sagði mér. And that's what we're talking Og about. það það sem við erum að tala Presence, nærvera, fellowship,
samfélag. You see, this is what it's all about. Þetta snýst allt þetta. To become friends Að with vera Jesus, vinir. so we can hear Svo við getum heyrt and we can be a part og við getum of verið His hluti will. að vilja hans. Hallelujah. Halleluja. Well, I love to also when we preach, be aware of taking one scripture out and what about the other scriptures around that scripture. Já. Hvað með, ég tek svona ritningar út, en hvað með ritningarnar í kringum þessa ritningu? So, for example, if you are now taking John 15:14, Ef þú ert að lesa 15:14, that's a little bit different. það aðeins öðruvísi, It's the same context, sama samhengi, but Jesus first says to them, en Jesús segir fyrst við þá, "You are my friends if you would do whatever I command you." þér eru vinir mínir ef þið gjörið það sem ég býði þér. So, and then, Ó, I thought we were just friends. ég hélt við værum bara vinir. No, if you do whatever I command you, Ef þið gerið það sem ég býð yður, you are my friend. þá eru þið vinir mínir. Wow. Vá. How do we handle that? Hvernig tökumst við á við það? And I remember asking Jesus Og ég man eftir að spyrja Jesú, some time ago, what do you mean? hvað áttu við? I mean what I'm saying. Ég meina það sem ég að segja. And I was saying, well, I don't do everything you are telling me to do. Og ég hef ekki gert alltaf allt það sem þú hefur sagt mér að gera. Aren't you? Hefur þú? Aren't you doing what I tell you to do? Gerur ekki það sem ég segi þér að gera? No, Nei. I'm not aware of it. Ég hef ekki tekið eftir því. What? Hvað? Aren't you aware of it? Tekur ekki eftir því? You are everything. Þú ert allt. You know everything. Þú veist allt. Yeah? Já. Yeah, but yesterday I felt I didn't do it. En í gær fannst mér ég ætti, en ég gerði það ekki. Oh, you are talking about the old man. Ó, þú ert að tala gamla mannin. He's dead. Hann döður. I don't count on him. Ég tel hann ekki I með. count on the new man. Ég tel bara nýja mannin. What? Hvað? Aren't you born again? Ertu ekki heldur fæddur? Yes. Jú, Yeah, that's Já. the new man. það nýji maðurinn. And the new man, he can't help but just do what I tell him to do. Og nýji maðurinn, hann getur ekki gert annað en það sem ég segi honum að gera. What about every failures in my life? Hvað með öll þessi mistök í lífi mínu? Weren't you baptized? Varst ekki skírður? Yes. Jú. What did it mean for you? Hvað þýddi það fyrir þig? I died with you. Ég dó með þér. The failure died too, he answered. Segðu þetta. The failure died too. Mistökin dóu líka. So and then it was clear to me. Og þá var það ljóst fyrir mér. I am the son of God because of the new man. Ég sonur Guðs vegna nýja mannsins. So when I sin, Svo þegar ég synga, it's not the son of God. þá það ekki sonur Guðs. It is the old flesh. Það gamli maðurinn. And we were talking about it yesterday. Og við vorum að tala þetta í gær. We are so many times bringing the dead man alive again. Að stundum erum við að endurlífga gamla mannin. But Jesus doesn't. En Jesús gerir To það him, ekki. it is dead. Fyrir honum hann döður. And then someone thinks, Og svo það einhver sem hugsar, oh, then I just can't sin. ó, þá get ég bara syngað. Yeah, if you want to. Ef þú vilt. But the sin has death. En syndin fæðir af sér So döða. if you want death, Viltu það? go ahead. Ef þú vilt það, You þá will have bara, no life. þá bara gjörðu svo vel. Jesus has the life for you. Þá færðu ekkert líf. And Jesús therefore, hefur he's not lífið. telling you the commandments. You must follow me. Segðu þetta ekki. He doesn't come with Já. the commandments. Hann kemur ekki með boðorðin 10, þú verður að fylgja mér. Because he paid everything. Vegna þess að hann greiddi fyrir þetta And he allt saman. tells you, I knew you couldn't help it by yourself. Ég vissi að þú gast ekki haldið þetta sjálfur. I don't want you to pull you together. Ég vil ekki bara að drusla þér saman. Just surrender. Bara gefst upp. Come Komdu. and we will be friends. Og við verðum vinir. Hallelujah. Halleluja. And then I realized, Og þá gerði ég mig grein fyrir wow, then it's not a problem. að There is not a problem. það ekki vandamál. I am his friends. Ég vinur hans. And I do whatever he commands me. Og ég geri það sem hann fyrirskipar. And you know, we talked about the schizophrenia yesterday.
Og við töluðum geðklofa í gær. That's our hard work on the soul. Það okkar harða orð fyrir sálina. On our emotions. Tilfinningarnar. To replace our position. Að í raun og veru að endur meta stöðu okkar. So we hear can sense, I am a new man. Svo við heyrum þetta að ég nýr maður. I want to live out of the new man. Og ég vil lifa út frá nýja manninum. Paul says in Galatians. Páll segir í Galatabréfinu. But I say, may you walk in the Spirit so that you would not in any way fulfill any desire of the flesh. Gangið í andanum svo þið uppfyllið ekki neinar gyndir holsins. Yes, gyndir holsins. So it is a matter of being filled with the Holy Spirit. Svo þetta spurning að vera fylltur heilugum anda. Being filled with the Holy Spirit. Vera fylltur heilugum anda. You see, it's so important to understand. Það svo mikilvægt að skilja. If we are taking verse 14, you are my friends if you would do whatever I command you. Ef við tökum vers 14 þar sem segir þér eru vinir mínir ef þið gjörið það sem ég býður. And if we don't understand this wholeness. Ef við skiljum ekki þetta samhengi. Then I will today when I'm preaching, doing the good stuff. Að þegar ég predika og geri þetta. And I feel, oh yeah, I'm friend with Jesus. He's my friend. Og Jesus, já, hann vinur minn. And when I'm leaving tomorrow. Og svo þegar ég fer á morgun. And my luggage are maybe not reaching Faroe Islands. Og I am. Farangurinn kemur ekki með. Kemur ekki til Færeyja, þá ég reiður. And I will call the company. Og ég hringi í kompanið. And then no, we are not friends again. Og svo hugsa ég, nei, nú erum við ekki vinir. That's not the real truth. Það ekki satt. We are always friends. Við erum alltaf vinir. When we become friends with Jesus, þegar við verðum vinir Jesú, we are friends forever. Þá erum við vinir að eilífu. What a friend I found. Hvílík náð eiga Jesú. More faithful than a mother. Hann trúfastar en móðir. It will break my heart. Og það hjarta mitt bara brestur. To ever lose each other. To ever lose each other. Að við missum hvert annað. That is the song. Jesus, 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 friends forever. Jesús, vinir að eilífu. Amen. It's fantastic. Það alveg stórkostlegt. He's calling us to this. Hann að kalla okkur inn í þetta. We had this talk yesterday by to make the við höfum þetta samtal í gær. That we are living. Að við lifum. And we were talking about that we were friends with God. Adam and Eve were friends with God. Adam og Eva voru vinir Guðs. And God intended that we should be friends. Og Guð, hann segir að við ættum að vera vinir. But we fall. En við féllum. Because they believed the liar. Vegna þess að þau trúðu lígaranum. And then we have the cross. Og svo kom krossinn. And the cross was Jesus. Og krossinn var Jesús. And he died for us. Og hann dó fyrir okkur. So we could be born again. Svo við fæddumst aftur. And you see, what I'm talking about is the struggle of the old man and the new man. Og það sem ég að tala þessi barátta milli gamla og nýja mannsins. It is easier for us to be servants. Það auðveldara fyrir okkur að vera þjónar. With the mind here. Hérna niðri. It's much easier. Það miklu auðveldara. Jesus just tell me what to do. Jesús segði mér bara hvað ég á að gera. I'm a servant. I do anything. Ég skal bara vera þjónninn og ég geri hvað sem And we would like to that Jesus didn't make us in his image. Og okkur, stundum vildum við að Jesús hefði ekki skapað okkur í sinni mynd. Because if he could push button like this. Ef hann getur bara ítt á takka. And then we did. Og við gerðum svona. And then he reversed. Og svona. It'd be much easier. Það miklu auðveldara. We didn't have to choose. Þá þurftum við ekki að velja. Make up our minds. Við þurftum ekki að taka ákvörðun. We did whatever he pushed. Við gerum bara það sem hann ítir á. But we are not. En við erum ekki þannig. We are created in his image. Við erum sköpuð í hans mynd. And he says, you are like me. Og hann segir, þú ert eins og ég. You choose. Þú velur. Now I have done everything so you can come back. Nú hef ég gert allt svo að þú getur komið aftur. Do you want me? Viltu mig? You see? So the new man, when we are born again, we have the spirit. Að þá höfum við andan. And the spirit is up there.
uppi We þarna. were yesterday talking about the resurrection power. Og við vorum að tala í gær And the resurrection uppreisukraftin. power is lifting up. Og uppreisukrafturinn lyftir So we okkur come upp up to the level Upp. where we belong. á það svið þar sem við tilheyrum. This is the real me. This is the real me. Og þetta hinn raunverulegi ég. Down there, that is the one who's dead. Niðri þarna þá Hann er deyr. í dauður, hann dauður. Because I'm the newborn man. Vegna þess að endurfæddi maðurinn, And I have to make ég endurfæddur and work on my mind og ég þarf að vinna í huga to mínum. go into this friendship. Ég þarf að endurnýja hugafar mitt til að ganga inn í þessa vináttu. When we heard the story, and you were into the prodigal son, Að þegar við heyrðum söguna he was a fallen one. The hinn prodigal son. týndarsoninn, hann var fallinn, Týndarsonur. Yeah. týndisonurinn, He was a fallen man, and hann var fallinn maður in need he went back home to his og í father. þörf þá fór hann aftur til pappa But he said, I'm not worthy, og hann sagði ég ekki verðugur and he was not. og hann var ekki. But his father loved him. En pappans, He hugged him. hann tók utan hann And he said, I'm not worthy. I have sinned against you, towards you and God, and I'm not worthy to be your Hann son. sagði ég ekki verðugur að vera sonuðin, ég hef syngað gegn þér og Guði And remember, I told you, I think last time when we were here, og ég held ég hafi sagt ykkur það síðast. the father didn't answer. Faðirinn svaraði ekki. His statement was, Hans yfirlýsing var, my son was dead, sonur minn var dauður but now he is alive. og nú hann lífandi. The dead man, the old man said, I'm not worthy. Gamli maðurinn sagði ég ekki verðugur And he was not. og hann var ekki. But the father gave him new life. En faðirinn gaf honum nýtt líf. He dressed him with the son's robe, the robe to Hann belong to the klæddi hann son. í nýja skikkju, Gave him the ring. segðu ekki, Gave him the ring. og gaf honum hringinn, Gave him the shoes. gaf honum skóna. So he lifted him up Svo hann lyfti honum upp and placed him og sett hann And the aftur á sinn in stað the position as a son. sem son. The other son, Hinn sonurinn, he was at home. hann var ekki heima, He was up there. hann var uppi He þarna, was positioned hann var á sínum stað with his father. með föður But sínum. when he realized En þegar hann gerði sig grein fyrir that the other son had come home, að týndi sonurinn and hefði there komið was heim joy and party because he og came home, það væri gleði og veisla vegna þess að hann hefði komið heim, he was angry. þá var hann reiður And the father went out to beg him to come og in. faðirinn hann fór út og bað hann að koma inn And I will point out this statement he's making. og He's saying to his father, hann að segja við föður sinn, look how many years I have been serving hversu you. mörg ár hef ég þjónað þér, Look how many years I have been serving you. hversu mörg ár hef ég ekki þjónað þér. And the interesting, look at this, Og það athyglisverða he's thinking from below. að hann að hugsa neðanfrá. He is positioned up there, Hann þarna uppi, but he is talking from down here. en hann að tala neðanfrá. And the father, we know from yesterday also, Samuel Hanna told us, the father is saying, everything mine is yours. Og í gerðsum, faðirinn sagði, allt mitt þitt. It's like, where have you been? Hvar hefur verið It einlega? is yours. Þetta tilheyrir þér allt saman. You didn't leave me. Þú hefur aldrei yfirgefið mig. But he wasn't aware of it. En hann bara var ekki meðvitaður það. So many years I have served you. Svo mörg ár hef ég þjónað þér. And the father didn't want him to serve. Og faðirinn vildi ekki að hann væri þjónn. He wanted him to be friend. Hann vildi að hann væri sonur. He wanted him to be a co-worker with all the property. Hann vildi hafa hann sem samverkamann yfir öllu. He had the ear. Hann var erfingi. Yeah. And the other son, Og hinn sonurinn, he was repositioned. hann var sem sagt endurstaðsettur. But now take it to your life. En taktu þetta núna og berðu það saman við þitt líf. This is many times our attitude. Þetta svo oft eins og við hegðum okkur. We are talking from here. Við tölum hérna neðanfrá. But in the born again situation, we are up there. En eftir að við erum endurfædd þá erum við í raun þarna uppi. You must believe it.
Þú verður að trúa því. Otherwise, you will be in bondage. Annars ertu bara í fjötrum. Freedom is Frelsið the old man died with Christ. að gamli maðurinn dó með And Kristi now I am alive with him. og nú lífi ég með honum. Hallelujah. Halleluja. Yes. Já. So, friends, they are with Jesus. Svo vinir þeir eru með Jesú. The fallen man is down there. Fallni maðurinn þarna niðri. And Jesus calls you up Og Jesús kallar þig upp. and say, I don't call you servants. Og ég kalla þig ekki þjón. I'm calling you friends. Kondu verum vinir. Come to be with me. Kondu og vertu vinur minn. We have a Psalm 25. Við höfum Psalm 25. In Ferris Bible it says Í that færisk biblíunni segir like friends mingle with friends, eins og vinir umgangast vini. so God is mingling with those who fear him. Já. Eins Guð meðal þeirra sem að vingast við hann. 25:14. Sálmur 25 vers 14. Sjá hvað íslenska þýðingin segir. Drottinn sýnir trúna þeim óttast hann, sáttmála sem gerur hann þeim kunnan. Yeah. That's the same. But here he says, the secret of the sweet, satisfying companionship of the Lord have those who fear him. Já. Hallelujah. Hallelujah. Companionship. The sweet Companionship. Já, hversu Yeah, I don't know how to translate. yndislegt og uppfyllandi samfélag Drottins við þá sem óttast hann. Yes. Og veita honum virðingu. Yeah, and og reveal to them its deep inner meaning. hann sem sagt opinberar sínar leyndustu hugsanir til þeirra, Yeah. segir þessi þýðing. It's been a pleasure for me to be with Kitty and Disa. Það verður bara ánægjulegt að vera með Kitta og Dísu And I look at Kitty as my friend. og ég líti á hann sem vinn minn And I have the pleasure also to share my secrets with him. og ég hef líka þá ánægju að miðla leyndarmálum mínum með honum So I can ask him, can you pray for me? og ég get sagt, viltu biðja með mér? And this is the same relationship God is calling us. Og það sama samband og Guð að kalla okkur inn í. Companionship. Samfélag. God had always this in mind. Therefore, it's all through the Bible. Guð hefur alltaf þetta í huga og þess vegna þetta í gegnum alla biblíuna. But Jesus made it possible. Að Jesús gerði þetta mögulegt. And when Jesus are telling Peter that if he don't wash his feet, Og þegar Jesús að segja við Pétur að ef hann fá ekki að þvo fætur hans, I think in the Pharisees it says that then you don't have a part of me. að þá segir hann, ef ég fæ ekki að þvo fæturna, þá áttu ekki hlutdeild í mér. But the meaning of the reply of Jesus, En meiningin í þessu svari if I Jesú, cannot wash your feet, ef ég get ekki þvo fætur you þínar, cannot be my partner. þá getur ekki sem sagt átt hlutdeild í mér. And we want to be partners. Og við viljum vera hluttakendur, samverkamenn. We want to be friends. Við viljum vera vinir. So what is happening here where we started, Það sem að gerast hér þar sem við I no byrjum. longer call you servants Ég kalli ykkur ekki fram að þjóna. because the servants don't know what his master has in Þjónninn mind. veit ekki hvað Was it that on hans his mind? húsbóndi hefur í huga, And I will call you friends. en ég kalli ykkur vini. And Jesus is turning. They have worked with Jesus for years now. Og þeir hafa gengið með Jesú núna nokkur ár And he asked them, he sent them out, og hann sendi það út, 2 and 2. tvo og You know tvo, the story, they healed the sick. og þeir læknuðu They did sjúka, everything Jesus told them. gerðu allt sem Jesús sagði þeim að gera. That was task-oriented. Og það var svona eitthvað sem var verklegt. So they were sent out by Jesus to do what he told them to Þeir do. voru sendir út að gera það sem þeim var sagt að gera. But Jesus now is turning and said, En Jesús- from this time, En frá þessum tíma segir Jesús you will not be task-oriented. að þá fáið ekki bara verkefni, You will be my friends. þið verið vini mínir. And you will know what is in my heart. Og þið viljið vita hvað mér liggur á And you will hjarta. work out of that. Og þið munum vinna út frá því. A servant must do the task. Þjónn verður bara að uppfylla verkið. If I have had a great time. It's a very good guest house with
Kitty and Lisa, fantastic. Já, ég hef frábært heimili hjá Kitta og Dísu núna. And if Kitty are telling me like I was the servant, Ef að Kitti myndi koma fram við mig eins og ég væri þjónn, I need to clean my car. Can you do it? geturðu þrifið bílinn minn? Good idea. I know what I'm talking about. No. So as a servant, Svo sem þjónn, I had to do it. þá verð ég að gera það. And when I'm done, Og þegar ég er búinn, good. gott, I'm done with you. Ask me. ég er búinn. That's the servant. Það er þjónnin. But when we are friends, En þegar við erum vinir, he's telling, I'm so busy. ég er svo upptekinn. I don't even have time to clean Yeah. my car. Ég hef ekki jafnvel tíma til að þvoa bílinn minn. And at the same time, as friend, I think, Og á sama tíma sem vinur, maybe I can do it. þá segi ég get gert það. And I will clean the car, Og ég þvæ bílinn and it's like, oh, it's done. og it's like, búið. No, it's my pleasure. Nei, það er bara gleði mín. You see the difference? Sjáðu munin A servant must do the task. að þjónnin verður að framkvæma verkið, When we are friends, we And the- don't want to disappoint. en þegar við erum vinir þá viljum við ekki valda vonbrigðum. That's the different way of ministering with Jesus. Það er munurinn á því að þjóna með Jesú. So in friendship, Svo í vináttu that's fantastic. að þá er það bara fantastic. You remember when Jesus was baptized? Munið þegar Jesús var skírður He came up of the water, að hann kom upp úr vatninu and the Holy Spirit fell og on him, heilagur andi kom yfir hann and it was staying over him. og hann dvaldi yfir honum. And in one of the gospel, it says it came in the figure of a dove. Og einu af Guðspjallanna segir að hann kom í líkingu dúfu. Try to imagine this. Hugsaðu þér, The Holy Spirit is coming over us. heilagur andi kemur yfir okkur It's like a dove. og hann er eins og dúfa. Wow. Vá. And I want him to be there. Og ég vil að hann sé þar And I'm just very careful. og ég er mjög varkár Because if I jump, vegna þess að ef ég hoppa the dove will go away. þá fer dúan í burtu. I want to have it there. En ég á vin þarna. All my actions Allar gjörðir mínar are taking care of that. The dove is still there. að þá sem sagt, eru þar í samræmi við það að dúfan sé þar. This is the walk with the Holy Spirit. Þetta er gangan með heilugum anda. We are not afraid to Við erum ekki sin. hrædd við syndina, We don't think about sin. við hugsum ekki synd, We think about the Holy Spirit. við hugsum heilagan anda. We want the Holy Við Spirit. viljum heilagan anda. And we want to be careful Við viljum vera varkár. because we want the Holy Spirit to be there Við viljum að heilagur andi sé þar. all the time. Allan tíma. Hallelujah. Halleluja. So to be friend rather than servants, Svo að vera vinir frekar en þjónar, our knowledge increase. að þá eykst þekking And okkar that's what Jesus is telling us. I am telling you everything from my og Father. það er það sem Jesús er að segja, ég segi ykkur allt sem Faðirinn hefur sýnt mér I've been in church my whole life, og ég hef verið í kirkju allt mitt líf and I've been preaching since, I don't know, since og ég hef verið að predika síðan ég man ekki hvenær, somewhere in the 70s. frá því 1970 And in the beginning, I thought when I had preached 3 or 4 times, og when I had preached 3 or 4 times, stundum hef ég predikað 3-4 sinnum when I had, þegar from ég, the beginning, I was preaching 1 time, 2 time, 3 time, 4 time, já, and then I wondered, will there still be stuff to preach about? já, þá hugsaði ég með mér, er eitthvað eftir að predika? But Ég er búin but since I got this relationship with the Holy Spirit En and þegar ég Jesus, eignaðist þetta samfélag við heilagan anda, everything has changed þá er allt breyst. because my knowledge is Vegna þess að increasing. þekking mín, hún er að aukast. Earlier, I had to read the Bible. Allt áður fyrr þurfti ég And alltaf að lesa it's Biblíuna. good to read the Bible. Það er gott að We lesa should do Biblíuna that. og við eigum að gera það. But when we do it as a servant, En þegar við gerum það sem þjónar, we get tired. þá er það We þreytandi don't have so much out of it. og við fáum ekki mikið út úr því. But when I start with being friends, En þegar ég byrja sem vinur, I communicate with my friend. að þá er ég í sambandi við vin minn, He's opening my eyes. að þá er hann að opna augu mín. And again and again and again. Og aftur og aftur og aftur. Wow, I never saw that before. Ég sá þetta aldrei áður. I have read the scripture many times. Ég er búin að lesa ritninguna oft That there is ongoing news. og það eru sem sagt, áframhaldandi It fréttir comes by the communication sem koma í with the samfélaginu Father. við Faðirinn.
Fantastic. And Frábært. it's just different. Bara öðruvísi. Our experience of life does change Reynslan af breyttu lífi, because now we are intimidated. We come close to Jesus. því að nú erum við náin í Jesú, And we start to know his heart. þegar við byrjum að þekkja And hjartans that changes our life. og það breytir líf okkar. Like being aware of the Tao. Eins og að vera meðvituð At the Tao on the shoulder. já, dúfuna. So we want to live that lifestyle. It changes us. Svo við viljum að lifa þessum lífstíl, það er breyting. And it changes our way of living. Og þetta breytir sem sagt lífsmáta And okkar. that is very important because earlier I want to fight for Jesus. Þetta er svo mikilvægt vegna þess að áður að þá vildi ég bara gera hlutina fyrir Jesú. I don't fight for Jesus any longer. En nú berst ég ekki fyrir Jesú lengur. He is my co-worker. Hann er samstarfsmaður minn. He's my friend. Hann er vinur We minn. do it together. Við gerum þetta He saman. will not send me out Hann sendir mig ekki út and you do your job. og segir gerðu verk þitt. No, that's the servant. Nei, það er þjónninn. The friend, Vinurinn, I will be with you. ég geri það. I know it's possible, but because I will be with you. Og ég geri þetta með þér. And we don't serve to be accepted. Við þjónum ekki til að vera Many meðtekinn times we do so much in the church. og stundum gerum við svo mikið í kirkjunni. God, I hope you will accept me for Og this. ég vona að þú meðtækir mig fyrir þetta. I have accepted you. Ég hef meðtekið þig. No, we work out of being aware of we are accepted. Við vinnum frá þeim stað að við vitum að við erum And meðtekið. then we can work out of love. Og þá getum við unnið út frá And kærleika. as we work out of love, Og sem við vinnum út frá we kærleika, are transformed. að þá erum við umbreytt. We are growing in his likeness. Við vöxum í líkingu And hans. we begin to understand Og við everything he has given us. Við erum að skilja allt sem hann hefur gefið okkur. And then for our identity changes. Og síðan með okkar We are einkennisbreytingu. now living out of the truth from heaven. Við lifum núna frá sannleikanum sem We are kemur living out of the position where he placed us. frá stöðu okkar þar sem hann hefur sett okkur. And we are now free of opinion of men. Og við erum nú laus við álit manna. That is really freedom. Það er frelsi. I don't care what they think if I stand up and go in front. Say that again. I don't care what men think when I raise up and go into the front to worship. Já, mér er alveg sama hvað aðri menn halda þegar ég stígu I upp am free! og fer hérna og tilbyð. Hallelujah! Ég er frjáls, Freedom! frjáls, Yes, freedom. frjáls, frelsi. Yes. And finally, we burn with the passion. what Og is við in our brennum heart. af ástríðu fyrir því sem að brennur á hjarta, sem liggur á hjarta föðurins. Many times I've been asked, Thomas, you have been so many years. How can you just go on and on and on? Oft hef ég verið spurður, Tómas, þú er búinn að vera í kristilegu starfi svo mörg ár, hvernig getur þú bara haldið áfram og haldið áfram? We burn with the passion. Við brennum af ástríðu. And when we have that fire Og þegar við höfum þennan eld, and we live in that friendship, lifum í þessari vináttu, it's just the most natural thing in the world. að þá er þetta það eðlilegasta að gera. This is, I'll close now, but Og ég this ætla- is so important to understand church life. Þetta er svo mikilvægt til að skilja fyrir I kirkjulífi. know everything what he is dealing with because I am also. Ég veit allt sem hann er að fást við, af því ég er líka að fást við það. We want the people to help in the church. Við viljum að fólk hjálpi í We kirkjunni. want people to greet people when they come. Við viljum að sé fólk til að helsa fólki We þegar want það kemur. people to help to make coffee. Við þurfum fólk til að hjálpa í We kaffinu. want people to open the doors, Við viljum fólk til að opna dyrnar, turn on the equipment, að kveikja á tækjónum, everything. There's Allt so saman, much. allt saman. Cleaning, you name it. þrýfa á allt. Nefndu það. And it's a hard job to ask people all the time. Og það er mjög erfitt að biðja fólk alla tíma. You clean next week. Getur þú þrýfið í The næstu other viku? one is sick. Who should do it? Og já, You see, it's a hard job. það er mjög erfitt. And I have tried also to preach this at home. Og ég hef reynt að predika þetta heima. I don't want you to do it for my sake. Ég vil ekki að þið gerið þetta mín vegna. I want a church, and Ég vil- I can see a church Ég vil sjá kirkju because of the love of the friend Jesus, sem að sem að starfar í
sem kærleiksvinir Jesú. People come to the leadership Fólk kemur til leiðtogana. and say, can I help? Get ég hjálpað? I can make coffee. Ég get gert I kaffið. can preach. I can preach. Ég get predikað. I can clean the floor. Ég get þrifið gólfið. Just tell me what I can do. Bara segðu mig hvað ég má That's gera. the love attitude. Það kærleiksviðhorfið. It takes so much men's power to ask and urge people. Það tekur svo mikið sem sagt, út af mönnum að vera alltaf að biðja fólk You really get tired. að þú verður virkilega þreyttur. And most of them say, oh, no, I can't. Nei, ég get ekki. And we know the answer before we ask. Og við vitum svarið áður við spyrjum. And we still ask. Við spyrjum samt. But if we can implement this friendship lifestyle in En church, ef við getum sem sagt, komið þessari vináttu lífsýn inn í it kirkjuna, will just be another fellowship að þá verður annars konar samfélag. because it comes from the inside, Að því að kemur frá djúpt just innra flowing out. og flæðir út. And we are there for and in love with Jesus. Og við erum þar að því að við erum ástfangin af Jésu. Hallelujah. Halleluja. We will close with Martha. Martha and Miriam is in this Bible, in the Ferris Bible is Maria. Marta og María í færisku biblíunni. Yeah, Iceland Asne. Marta og María. Maria. Yeah. It's Miriam here. I don't know. Miriam í færisku biblíunni. Nay, in this one. Já, í þessari, já. Já. Já, ensku, Miriam. One New Man Bible. This Já, is a translation by a Jew. Já. So I think this is more correct, but that doesn't matter. Þetta þýðing. But this is a wonderful story about two sisters. Þetta dásamleg saga af tveimur systrum. Jesus is coming by, Jesús að koma and they are friends. og þær eru vinir. Jesus sits down, Jesús sest niður starting to tell from his father. og byrjar að segja sögur frá föður sínum. But Martha, Marta, she started cooking. hún byrjaði að elda. Oh, we must do some food for Jesus. Verðum að elda góðan mat fyrir Jesú. He's hungry. Hann svangur. I remember my son-in-law, Tengdasonur minn. he was with us for a trip. Hann var með okkur á ferðalagi We were teasing him, but his grandmother was with us. og við vorum að stríða honum að því að amma hans var þarna líka. And the grandmother asked Rayan, aren't you hungry? Og amma spurði, ertu svangur? And said, no, I'm not hungry. Nei, ég er ekki svangur. Yes, Grandma, no, you are hungry. Og amma vissi betur, þú ert svangur. And that's like Martha. He said, Jesus, you are hungry. Og þetta var eins og Marta sagði, Jesús, þú ert svangur. You see, Martha, Marta, she is a picture or an example of a servant. hún myndin upp á þjónin. I heard this statement here once. Og ég heyrði þessa fullyrðingu einu sinni. She started making sandwiches Jesus hadn't asked for. Hún byrjaði að búa til samlokur sem Jesús hafði ekki beðið ekki pantað. Oh, that's good. Já. She was a good woman. But Hún var góð kona. But she had the servant attitude. En hún hafði þetta þjóns hjarta, eða viðmót, réttar að But sagt. Maria, I see Maria. En María, She is an example of a friend. hún dæmi upp á vín. She was sitting down, Hún settist niður listened to the teachings from og heaven. hlustaði á kennaran And Jesus tells about her. Miriam chose the good part. og Jesús segir að María hafi valið góða hluta. You see, that is the problem often also in church. Það vandamálið í kirkju einnig People are attending the church, að fólk kemur í kirkju and they are newcomers maybe, og þeir eru kannski nýir and small churches like ours. og litlar kirkjur eins We og are so okkar happy. að við erum svo glöð Oh, you are so good to play guitar. Can you play guitar? og þú ert svo góður á gítar, getur þú Oh, spilað á you are gítar, so good to equipment. Can you take the equipment? getur þú tekið tækin, þú ert svo And góður they í said þessu. yes. Og fólk segir já And in some years they are bored. og eftir nokkur ára þá eru þið búin að hafa leið á It is þessu tiring all og þetta er bara þreytandi now again. og nú aftur. But if we can come first and sitting with Jesus, En ef við getum komið fyrst og sest með Jesú and then switching on the equipment, og síðan kveikt á græjunum then do whatever it og takes to síðan gert hvað sem er, do. It changed everything. breytir öllu. Then I can go on and I can go on. Þá get ég haldið áfram og áfram og áfram Because I am a friend with Jesus. af því að ég er vinur Jesú And I'm not tired. og ég er ekki þreyttur Because I hear him. vegna þess að ég heyri I hann sit by his side. og ég sit með honum And we are friends. og við erum vinir. Mike Bickle, he made this statement. Mike Bickle hann sagði
In the kingdom there are lovers and workers. Í Guðs ríkinu að þá eru elskhugar Elskarar, ja. og þjónar eða vinnumenn. Lovers are doing more than workers. Elskendur gera meira heldur en vinnumenn. Yes, because love has enormous power. Vegna þess að kærleikurinn hefur alveg ótrúlegan kraft. I can tell you that I am a book account man. Ég bókhaldari. I love Excel. Ég elska Excel. I love numbers. Og ég elska tölur. But En painted the creative stuff. En the creative stuff. Painting, whatever. Creative stuff. Að gera framkvæm. That's not me. Já, að skapa. Skapa, yeah. Að skapa, þetta ekki mitt. The worst thing in my childhood in school. Það versta þegar ég var strákur í skóla. We should paint. Var að ég vöttum að mála. I didn't know what to paint. Ég vildi ekki mála. Give me some numbers. Ég vildi sjá tölur. But when I fell in love with my wife. En þegar ég var ástfangin af konunni minni. I became almost a poet. Þá var ég næstum því skáld. It is amazing power in love. Það alveg ótrúlegu kraftur í kærleika. You can do almost anything. Við gerum næstum hvað sem And it's true. Og það satt. It is true. Það satt. I have done amazing thing. Ég hef gert alveg stórkostlega hluti. For my wife. Fyrir konuna mína. Because love. Ótrúlega hluti. You can do because love is such a powerful thing. Vegna þess að kærleikurinn þvílíkur kraftur. So Moses and Abraham, they were friends with God, and God he revealed his heart for them, and God accepted to change his power. Yes. Moses og Abraham voru vinir Guðs og Guð opinberaði hjarta sitt til þeirra og Guð umbreytti lífið þeirra. Yes. And we have in Rome 12:2, we have to make change transformation in our minds. Í Rómarbréfinu 12:2 talað að við þurfum að umbreyta hugarfari okkar. Yes. So if we can take the last slides. Við getum fengið síðustu glæruna. You man of God back there. Guðs maður þarna, það sennilega The last one. With the sound. Yeah, with the sound. Já. And I will close this way. Og ég ætla að enda hérna. I will play a piece of music. And it will take around 8 minutes. Og þetta tekur 8 mínútur. This is a prophetic message within it. Það spámanlegu boðskapur. If you out of this weekend. Og segðu þetta. If you out of this weekend. Ef að þú út úr þessari helgi. Want your life to be different. Vilt að lífið þitt breytist. Your service in the church to be different. Að þá verður þjónustæðin í kirkjunni öðruvísi. I will ask you during while we now are listening to stand up. Og segðu. So now when we are listening. Svo að núna þegar við erum að hlusta. You can stand up. Þá geturðu staðið upp. Upon the calling of the Holy Spirit. Og sem sagt hlustað á köllun heilags anda. Just stand here. Og komið á staðið hér. Make room for everyone. Að við getum haft pláss fyrir alla. And just be with Jesus. Og bara vera með Jesú. For these 5 minutes. Bara í þessar 5 mínútur að vera með Jesú. Okay, if we can have it louder, that'll be fine. Amen.